Já, þá það síðasti kafli sem ég fer í og þetta þá styrkur samgildra tengja eða hreinlega tengivermi. Og svo vill til að hérna erum við að tala samgild tengi, að það kostar alltaf orku að rjúfa efnatengi. Eins og hérna ég með Cl2 eða klór sem tengist samgildu tengi við annað klóratón og það kostar orku að rjúfa efnatengi. Þannig að tengivermi eru alltaf eitthvað sem að, já, þetta alltaf eitthvað sem jákvætt fyrir delta H, sem sagt, það kostar orku, það innvermið ferli. Og tengivermi skilgreint sem orkan sem þarf til að rjúfa ákveðið tengi hjá einu mól af efni, sem væri til dæmis 1 mól hérna af Cl2, að þá væri tengivermið væri það, hversu mikið þarf til að rjúfa þessi tengi. Og þetta á gasformi, eins og hefur komið áður, og það efni sem myndast líka á gasformi. Og í raun þetta delta H, þetta bara vermisbreyting sem á sér stað, en tengivermi hefur gjarnan verið táknað með D, þar sem að D stendur fyrir dissociation eða í rauninni sundrun, þannig að þarna værum við að sundra þessum atómum með því að rjúfa tengið. Og þetta það gefið eins og það, orka sem kostar að rjúfa 1 mól af Cl samgildu tengi 242 kilojúl á mól. Og tafla 8.4 sem á jöfnublaðinu ykkar gefur sem sagt tengivermi fyrir mismunandi tengi. Og þetta í rauninni eina sem maður gerir við þessu að finna hvað kostar að rjúfa tengi hjá efnum í efnahvarfi og hvað og í rauninni losnar orka síðan ef að hvarfi snýst við, ef efnatengi að myndast, þá myndi formerki breytast og það væri orka sem losnar. Það getur sagt að það kostar orku að rjúfa tengi en það orka losnar við það að tengi myndist. Og það hægt að tengja saman tengivermi og hvarfvermi á mjög einfaldan hátt með jöfnunni sem að ykkur líka væntanlega gefið á jöfnublaði, og það að hvarfvermi, sem sagt delta H hvarf, sama sem, og það þá summa tengiverma, sem sagt við það að rjúfa tengi, og þarna erum við þá í rauninni bara að tala tengivermi fyrir hvarfefni. Hvarfefna mínus summa tengiverma við að mynda tengi, sem að í rauninni þá bara myndefna. Og þetta í rauninni þetta svokallaða summumerki, að við getum sagt það að þetta sé gefið sem að þetta sé tengivermi hvarfefna mínus summan af tengivermi myndefna. Og síðan þið með töflu með þessu öllu, þannig að ég ætla að taka dæmi þar sem að sýnt hvernig svona tengivermi fundið, eða hvernig við getum fundið hvarfvermi út frá þessum summum og með hjálp töflunar. Og ég ætla að byrja á því að taka það úr töflunni, það sem við þurfum, og ég ætla að setja upp efnahvarfið
Svo hér. Þetta efnahvarfið. Þetta sýnidæmi 8 og 12. Þetta efnahvarfið C, H, þetta etan. Það hvarfast við 7 súrefni, þetta eru 2 svona sameindir. Þær hvarfast við 7 O2 sem O-tvítengi O og myndar 4 CO2, það er sem sagt O-tvítengi CO pluss og svo var það 6 H2O. Hérna erum við einfaldlega með þetta efnahvarf að 2 C2H6, væntanlega á gasformi, pluss 7 O2 á gasformi, mynda 4 CO2 á gasformi pluss 6 H2O á gasformi. Og hérna erum við að skoða hvað fer mikil orka í að rjúfa þessi CH-tengi og þetta eina CC-tengi. Tvítengið á milli súrefnisatómanna og síðan myndunina á þessum tengjum. Og það eina sem það þarf að gera að fara í þessa töflu 8.4 sem á jöfnublaðinu ykkar sem bara meðal tengjavermi kílósúl sem gefin í kílósúlum á mól. Og ég ætla að teikna upp með töfluna í glósunum. Þannig að þessi tafla sem segir það er það allt gefið í kílósúlum á mól. Ég ætla að taka þetta í burtu. Þetta var síðan þá delta H hvarf. Og getur við þá það sem gefið í töflunni, hvert tengivermið, hvaða tegundir erum við með af tengjum. Erum við með CH-tengi, við erum með nokkur svoleiðis og svo erum við með CC-tengi og O-tvítengi. Þetta eru 3 tegundir af tengjum sem eru þá hvarfallamegin. Og þau eru gefin hér sem CH er 413 kílósúl á mól. Fyrir kolefni er það 348 og fyrir síðan O2 sem nú í töflunni bara gefið O2 en alltaf tvítengi að þá er það gefið sem 495. Þarna erum við þá með það. Síðan hinum megin eru bara CO-tengi, eða skiptir ekki máli hvort það OC eða CO. Það er bara tvítengi á milli kolefnis og súrefnis. Það er gefið sem D, C-tvítengi O, er sama sem 799 kílósúl á mól. Og síðan OH eða HO-tengi. Skiptir ekki máli, það verður bara gefið sem eintengi, það er OH og það er 463 kílósúl á mól. Maður setur þetta einfaldlega inn í jöfnuna fyrir ofan, en þá verður maður líka að vita hversu mörg tengi erum við með af hverju tegund. Og það má ekki gleyma því að þið erum með 2 fyrir framan. Er 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Þannig að þið eru með 6 hérna í hverri sameind og það eru í rauninni 2. Þannig að þetta væri þá 2 sinnum 6 eða 12 tengi. Fyrir kolefni þá erum við með, það er bara þetta hérna eina tengi í sameindin, en þið eru með 2. Þannig að það væri þá 2 sinnum 1 eða 2 svona tengi. Síðan erum við með 7 tvítengi milli súrefnis. Þannig að þetta hérna væri bara 7 sinnum 1 er sama sem 7. Fyrir hérna CO-tengin þá eru 2 svona tengi í hverri sameind, þið eru með 4. Þannig að 4 sinnum 2. Þetta eru 4 sinnum 2 er sama sem 8. Og síðan fyrir vatnið þá eru hérna 2 í hverri vatnssameind eru 2 OH-tengi. Og síðan eru þið með 6 hérna fyrir framan. Hérna verða 6 sinnum 2 eða 12. Þannig að þetta hérna eru þá tölurnar sem að maður margfaldar. Þetta var 7, 8, 12. Þannig ef ég set þetta hérna inn í þessa jöfnu, þá byrja ég að taka hvarfefnin og segja, ok, ég verð með 12 sinnum 413. Ég ætla ekki að vera að skrifa eitthvað kílósjúl á mól eða eitthvað svoleiðis. Plús 2 sinnum 348 plús 7 sinnum, það með rauðu, 495. Þetta er ég komið með þá summuna af tengivermi hvarfefna. Síðan er það mínus og svo setjum ég þetta sveila til þess að mínusinn týnist ekki. Og þá er það 8 sinnum 799. 799 plús 12 sinnum 463. Og það sem þetta er í rauninni 12 mól sinnum 463 hérna kílósjúl á mól, þá styttast mólin út, þannig að við fáum þetta bara út í kílósjúlum eins og maður fekk fyrir hvarfvermið þarna í 5. kafla. Og ef ég hef sett þetta allt rétt við, þú sjá þetta hérna, ég er með dæmi hérna, það er 12 sinnum 413, 2 sinnum 348, 7 sinnum 495, mínus 8 sinnum 799, 12 sinnum 463 og út úr þessu kemur, þetta er sama sem 9117 kílósjúl, það eru þá þessi hérna hvarfefni, mínus og svo er það sem kemur þá út fyrir myndefnin. 11.948 kílósjúl eða til samans mínus 2.831 kílósjúl. Væri svarið hér. Þannig að þetta er hérna aðferðin sem við notar fyrir svona. Og ef þið fáið svona dæmi þá er ykkur alltaf gefið upp hvernig hérna sameindirnar eru, þannig að þeir alltaf að geta talið tengin. Þetta eigi alveg að vera nóg til þess að geta reikna svona dæmi, ef það verður svona bónusdæmi á prófinu eða valdæmi. Bara takk fyrir.